Við erum búin að vera að tala hérna í morgun að söngfélagið og stórsveit Suðurlands ásamt söngkonunni Kristínu Stefáns ætla að flytja Sacred Concert eða helgikonserta eftir Duke Ellington í Hveragerðiskirkju á morgun og þar verður búið upp á rífandi blöndu af jazz, gospel tónlist og nánast allir tegunda tónlist held ég. Jóhann Stefánsson, tónlistakennari. Já, þú ert þarna, blessaður. Já, blessaður sæll. Herðu, segðu mér aðeins frá þessum helgikonserta. Ég voru að segja Sacred Concert. Já, við höfum talað helgikonsert eða helgurkonsert eða Sacred Concert sem nú upphaflega heitið á þessu. Þarf að nú að fara íslenska allt saman sem við erum að gera. Já, er það ekki svona línan sko? Jú. En Sacred Concert, þetta bara fínt. Menn skilja það alveg, þetta þess að trúalegu texti. Já. Nákvæmlega, en þetta þessi viðburður verður á morgun í Hveragerðiskirkju og svo Grafarvogskirkju 29. október. Það nú smá umstangi í kringum þetta. Já, þetta sem sagt 50-60 manna kór og hljómsveitin tæplega 20 manns og svo einsöngvari þannig að þetta eru 80 plus 70-80 manns sem koma þarna fram. Það er dágóður slatti. Í Hveragerðiskirkju? Í Hveragerðiskirkju, við komum því fyrir. Já, nákvæmlega. En svona sagan á bak við þetta, akkur var ákveðið að halda þetta? Þetta eftir Duke Ellington. Þetta eftir Duke Ellington. Hann er frægt tónskáld ameríst og var uppi þarna, dó 70 eitthvað í maður rétt. Og hann samt þetta og flutti svona á seinni hlutaði sinna ævi. Ferðaðist Bandaríkin og meirist til Evrópu með hljómsveitina sína og flutti þetta svona í kirkjum og fekk þá til liðs við sig svona lokal kórana við kirkjurnar. Þannig að þetta var honum mjög hjartfólkið og hann flutti þetta margoft og eins og segi ferðaðist bara mjög víða með þetta dæmi. Og þá er þetta efni eftir hann? Eða svona hluti? Já, músíkin eftir hann já. En textin kemur svona úr biblíu, þetta er svona biblíutextar. Þetta svona David og annað og svo kemur inn í þetta vola mikið þetta var náttúrulega á þeim tíma sem að blökkumenn voru að berjast fyrir mannréttindum sínum þannig að það er alveg heil svíta sem heitir Freedom eða frelsi. Hann blandaði því dálítið inn í þetta. Já. En þetta verður Kristjana Stefáns. Já, þetta er okkar selfisingur og eina betri söngkonum á landinu aðalskvísan í þessum geira. Og en þetta er gömul hugmynd að flytja þetta kom nú upp fyrir mörgum árum að væri gaman að gera þetta þá vorum við með kórinn en þá vantaði þess að hljómsveitina nú er hún búin að vera til í síðan 2006 og þannig að það var ákveðið bara að nú myndum við gera þetta. Þannig að þetta er búið að vera í undirbúningi í nokkur ár má ég lega segja það? Hugmyndin er alveg 8 eða 9 ára. Já, söngfélagið með jóði. Já, þetta er tiltölulega nýr kór. Stjórnandinn er nú okkur sunnlendingum á góðu kunnur. Hann heitir Hilmar Örn Agnarsson, var organist upp í Skálholti í mörg ár. Og stjórnandinn Kammerkór Suðurlands og er sunnlendingu við eigum hann bara. Já. Og en þetta er kór sem hann setti saman í bænum og er mjög skemmtilegur og öflugur kór. Og þau kalla sér söngfélagi með jóði. Já. Það er bara eitthvað. Það er skemmtilegt. Já. Og svo er þetta stórsveit Suðurlands. Það er eitthvað sem fólk fara að kannast við. Jú. Við settum hana eins og ég segi í gang 2006. Þá kom hún fyrst fram. Og það eru bara sunnlendingar í henni, starfandi og búandi hér og eins nokkur sem að bú í bænum en eru sunnlendingar. Já. Allt afbragðsljóðfæraleikarar. Já, heldur betur. Þetta er engin nýgreiðingur hérna Nei. Þetta er alveg fullskipað big band. Big band stórsveit ákveðin stærð, það þurfa að vera ákveði margir á hverju einu. Já, þú þarft að vera með ákveði fjölda til að kalla þetta stórsveit. Já. Og hvað eru þið margir hérna í sveitinni? Við erum 18. 18 stykki? 18 stykki, það er bara eins og það er á að vera. Já. Og það er þá allur skallinn, lúðrar og trommur og... Já, það er hrein sveit svo kvöldið, trommur, bassi, gítar og piano og svo eru 5 trompetar, eða 4, það er aðeins misjæmt, við erum 4 núna og svo eru 5 saxófónar og 4 básunur og þar með orðið til stórsveit. Það er náttúrulega bara stemningi kringu þetta. Þannig að það er stórkostlegt að geta sett saman svona hérna sunnan heiða. Já, heldur betur. En þið ætlið að vera í Hveragerðiskirkju á morgun, hvenær hefjast tónleikarnir? Já, byrja klukkan 8 og stundvíslega og bara við hvetjum sem flesta að koma og hlusta á þetta því að þetta er alveg stórkostlega skemmtileg músík eins og þú sagðir áðan, þetta er svona gospel og þetta er jazz og rólegt og hratt og allavega og svo meins ég að ég vona að fá steppdansara. Já. Það er einn kaplinn heitir David Dances
for the Lord og hérna og það steppdansa sem tjáir það. Það ekkert annað. Það ætti nú að hljóma ágætlega í kirkjunni. Já. En það jazz og það gospel og það klassísk og kórtónlist, blues. Þetta ekkert mála að blanda þessu öllu saman með þessum hóp? Nei, við bara búin að æfa vel. Ja, það nefnilega máli. Búin að vera að æfa í allt haust og við heldum að þetta sé bara býsna gott hjá okkur. Já, ákvæmlega. En við ætlum að gefa hérna miða á þessa tónleika hérna á eftir og á morgun líka. Ekki rétt? Já, tónleikarnir á morgun. Þú ætlar að gefa okkur leyfi til þess? Algjörlega. Fulla kirkjuna af sunnlendingum. Heldur betur. Eitthvað meira svona sem þú vilt koma fram fyrir? Nei, bara, eins og segi, hvetum frem flesta að koma. Þetta verður alveg stórskemmtilegt. Og ef að fólk kemst ekki í Hveragerðiskirkju annað kvölda, þá Grafarvogskirkja eftir viku 29. Já, nákvæmlega. Þetta glæsilegt. Jóhann Stefánsson, takk hérlega fyrir spjallið og gangi ykkur vel. Já, takk fyrir.